Komið þið sæl. Landinn heilsar úr Hveragerði þar sem við erum í heilsufarsmælingu. Nú er verið að mæla hjá mér blóðþrýstinginn en það er eins gott að fylgjast vel með honum. En við ætlum að gera fleira því við ætlum að klifra upp raflínustöður. Við erum að læra iðnir og tækni. Við erum að læra bara hvað störfin innihalda hjá Orkuveitunni. Við rifjum upp sögu Kristneshælis. Leikkonuna Maríu Pálsdóttur dreymir að opna þar sýningu gamla berklahælið. Hér bjuggu stelpurnar sem unnu á berklahælinu og hér verður sýningin. Og við setjum upp söngleikinn Mowgli með Borgfirðingum. En við byrjum á að kortleggja forna torfgarða. Ef maður ætlar að skoða fortíðina getur verið gott að gera það úr lofti. Það veit Árni Einarsson líffræðingur sem rannsakað hefur forna torfgarða í Þingeyjarsýslum og víðar. Þessi er einn af þeim stærstu sem við þekkjum. Þeir eru til stærri en hann er líka mjög vel varðveittur. Hann liggur hérna langar leiðir, þetta er ekki alveg 7 km leið hérna norður eftir dalbrúninni. En segðu mér hérna, hvernig byrjaðu þessar rannsóknir? Það byrjuði eiginlega alveg óvart. Ég var að skoða loftmyndir af þessu svæði og sá eitthvað sem líktist risastórum hjólförum upp á heiðunum þar sem engin vegir átt að vera. Og var að furða mig á hvað þetta gæti verið og fór að teikna þetta inn á kort og þá sá ég að þetta myndi vera eitthvað mjög gamalt og eitthvað sem að fáir vissu og ég hafði nú gamlan áhuga á fornleifafræði þannig að þetta svona ég fannst tilvalið að skoða þetta betur. Þú voru áttaði þá hlutlega á því að þetta voru forn garðrök. Já, ég áttaði mig alls ekki á því hvað þið voru gömul. Ég hélt að þetta væri eitthvað bara frá síðustu öld eða eitthvað svoleiðis en þegar ég fór að skoða þetta betur og þá áttaði ég mig á hvað þetta var gamalt og hvað þetta var mikið gamalt. Þetta var alveg 1000 ára gamalt. Það eru lýsingar í Grágásarlögunum frá þjóðveldisöld um það hvernig svona garðar áttu að vera ef þeir voru á landamerkjum. Torfgarðarnir áttu að vera 5 feta þykkir niðri við jörð og 3 feta þykkir að ofan og þeir áttu að ná meðalmanni í öxl, það er hleðslan sjálf. Þannig að þetta hefur verið stæðilegustu mannvirki og það hafa haldið öllum skepnum. Þetta er ansi stórt svæði sem við höfum verið að kortleggja. Þetta eru Þingeyjarsýslurnar austan Ljósavatns, bæði suður og norður Sýslan. Og við höfum einbeitt okkur að þessu svæði frá Mývatni og út eftir dölunum sem liggja niður frá Mývatni og út að sjó og síðan út fyrir Tjörnes og austur í Kelduhverfi og Öxarfjörð. Svona garðlögur hafa verið allt land, alls staðar í byggð og maður finnur yfirleitt sliturur af einhverjum görðum alls staðar þar sem maður leitar. Þegar maður sér þetta svona á kortinu þá virkar þetta svona fljótt að litið svolítið staðlað eins og þetta hafi verið svona svipaðar stærðir af jörðum. Er það tilfellið það? Já, þetta eru hólf, sko ef maður horfir á kortið þá er þetta svona hólf. Hvert hólf er svona það bil 1 ferkílómetri. Og þetta er bara byggðamynstrið. Þarna eru standabæirnir eða rústir af bæjum inn í þessum hólfum. Þannig að þetta sýnir okkur hvernig byggðin var á þessum tíma. Flestir þessir garðar eru byggðir á 10. öld og þá eru menn nýbúnir að koma sér fyrir í landinu, landið er orðið fullbyggt og það er nokkuð svona jafnt bil með örfáum undantekningum en þetta er nokkuð þéttari byggð heldur en hefur orðið seinna. Passa þessi hólf við bæi eða bæjarústir alls staðar? Já, það má segja það. Það er undantekning ef að maður finnur ekki eitthvað inn í miðju hólfinu. Oft er þetta bæir sem eru ennþá í byggð en það er oft líka bæjarústir sem eru þekktar og menn vita nöfnin á þeim og stundum og þó nokkuð sinnum hef ég getað labbað inn í svona hólf og fundið bara bæinn sem ekki var þekktur. Það er að ganga þessum bæjum bara vísum inn í þessum hólfum. Þessi ævaforni torfgarður er á Heiðarbrún ofan við bæinn Hofstaði í Mývatnssveit en Árni hefur síðustu ár kortlagt 700 kílómetra af slíkum görðum
og rannsóknir hans hafa nú staðið í 2 áratugi. Þetta eru girðingar sem hafa verið á merkjum milli bæja, hafa legið upp frá dalbotninum og upp á heiðabrúnirnar og síðan er yfirleitt garður ofan við heiðabrúnina sem að girðir þá byggðina af. Við erum að þá tala girðingu milli heimalands og afréttar til að halda því búfé heima sem við vilt hafa heima við, sem þá mjólkandi búpeningur, bæði sauðfé og nautgripir. Og líka til að verjast ágangi afréttar fjár. Við finnum líka túngarða í kringum bæi og bæjarústir og þannig að þeir garðar hafa sennilega ekki verið eins stæðilegir eins og þessir. Þessi garðar eru, sem þau verið að skoða, eru flestir frá bara upphafi Íslandsbyggðar nánast. Var þeim ekki haldið við eða byggði nýir svo seinni tímum? Því að búfé náttúrulega hélt áfram að ganga lausum hala. Þessi garðar eru byggðir upp úr 940, miðja 10. öld og þeir hafa dugað í svona 200 ár. Þeim hefur verið haldið eitthvað við, ekkert mjög mikið, en sumir hafa verið endurhlaðnir eða lagfærðir. Síðan gerum við nú ráð fyrir að túngarðar hafi haldist við eitthvað aðeins lengur, nær bæjum og verðmætara land. En síðan girðamenn eiginlega ekkert frá kannski 1300 til 1700 og eitthvað þegar menn fara að taka upp þráðinn aftur. Einhverjar breytingar í búskaparháttum sem valda því eða bara? Ég held að bara efnahagsástandið hafi verið þannig, menn hafi ekki lagt í að gera það upp á nýtt. Þannig að þetta er svona svolítið ný vídd á landnámssöguna. Já, á þessu leyti að garðarnir eru mjög fornir, þeir sýna byggðamynstrið eins og það var fljótlega eftir landnámi þegar landið var orðið fullbyggt og menn búnir nógu öruggir sína jörð til að fara að girða. Og svo stendur þetta bara í 200 ár, þannig að við höfum þarna svona skyndimynd af því hvernig byggðin var á þessum tíma. Þetta endurspeglar landnámið og ég hef oft gantast með það. Þetta væri kannski svo að fá nýtt handrit af landnámi upp í hendurnar. Við komum úr Árbæjarskóla og við erum að læra iðnir og tækni. Við erum að læra bara hvað störfin innihalda hjá Orkuveitunni. Bara eins og veitur og ljósleiðarinn og þetta, já. Iðnir og tækni er valáfangi fyrir 10. bekkinga í Árbæjarskóla í Reykjavík sem nú er kenndur í 3. sinn. Áfangin er samstarfsverkefni Orkuveitu Reykjavíkur og Árbæjarskóla. Þennan daginn fengu nemendurnir að kynnast vinnu við loftlínur og eldsmíði sem er reyndar frekar partur af sögu veitufyrirtækjanna heldur en nútíðinni. En námið er reyndar býsna fjölbreytt. Og þau koma til okkar hjá Veitum og Gagnaveitunni og Orku Náttúrunnar og Orku Reykjavíkur, við erum einsamstæða og þau koma til okkar allan veturinn og fá að fræðast hinar ýmsu iðngreinar og svona tæknimál. Þetta á sér svona rætur sínar jafnréttisstarfi fyrirtækisins. Við höfum verið að reyna að auka áhuga stelpna á iðngreinum og tæknigreinum. En jafnframt veitir bara ekkert af að auka áhuga ungmenna almennt á iðngreinum. Mér langar að starfa sem rafvirki í framtíðinni. Þú ert búin að ákveða þig nú þegar? Já. Og hvernig hefur þér líkað þetta? Bara mjög skemmtilegt. Bara fróðlegt og skoða alls konar hluti. Þú nefndir stelpurnar sérstaklega, er ekkert erfiðara að fá þær í þetta heldur en strákana? Nei, það hefur bara gengið mjög vel. Það hefur allavega verið uppselt bæði, við erum svona 8 stelpupláss og 8 strákapláss og þetta hefur fylgst núna 3. árið í röð og þær eru bara mjög áhugasamar. Þau eru greinilega áhugasam en maður sér að þau eru með spjaldtölvur uppi við, það er ekki vegna þess að leiðist það eitthvað? Nei, ég ætla rétt að vona ekki. Við látum við með té yfir veturinn spjaldtölvur og vegna þess að öll verkefnaskil í þessum áfanga eru á formi myndbanda sem þau skila eftir hvert svona tíma og þar segja þau frá því hvað þau hafa verið að gera. Og það er hægt að skoða þessi myndbönd inn á YouTube-rás sem heitir Iðnir og tækni.
Hverju sóttið þú þetta? Mér finnst þetta bara svakalega spennandi og sérstaklega því að þetta ekkert bóklegt, það allt verklegt og fáum að eins og sést að gera bara allt. Svona eldsmíður nú ekki til í grunnskólum landsins, hvernig líka að prófa þetta? Þetta sjúklega skemmtilegt. Þetta örugglega eitt af því kúlasta sem ég hef gert, ég get viðurkennt það, þetta var mjög gaman. Samt erfiðara en það lítur út fyrir, ég get viðurkennt það, þetta var alveg erfitt sko. Þú hefur kannski ekkert tíma verið upp í svona staur við óblíðar aðstæður heldur en innanhús? Já, ég hef búinn að vera að vinna við þetta síðan 1969 og ég held að flest árunum að búinn að pröfa eitthvað á Kjalarnesinu, ég held flest veður sem þar hafa verið. Þannig að það svona, já, það er búið að pröfa eitt á hana. Hvernig líkar þér að miðla þessari þekkingu til krakkana? Það er bara mjög gaman. Það er mjög gefandi að sýna þetta í þetta hefur kannski ekki verið sem að hefur verið mjög algengt að krakkar getur komist í að kynna sér. Já, ég heyrði ekki betur að þú værir með barnabarn í kennslu hérna í dag. Hún komst í hópinn úr skólanum og það er mjög gaman að hafa hana hérna og kenna henni aðeins, eða sýna henni þetta. Veistu af hverju hefur ekki gengið betur en raun ber vitni að fá krakka og þá kannski sérstaklega stelpur í námið? Ég held að sé bara stundum hvernig talað það. Það er alltaf spurt í hvað menntaskóla ætlarðu. Það er eins og sé gert ráð fyrir því að allir fari í læri til stúdentsprófs og ég held að það hafi mjög mikið að segja. Það eru held ég allir mjög sammála því að það sé mjög mikilvægt að það sé einhverju sem stundi innám en kannski ekki alltaf endilega börnin þeirra. Það þarf bara mikla hugarfarsbreytingu vegna þess að þetta eru okkur gríðarlega verðmæt og mikilvæg störf. Við erum komin í heilsufarsmælingu í Hveragerði en SÍBS og Hjartaheill hafa staðið að svona mælingum allt land í samstarfi við sveitarfélög og heilbrigðisstofnanir. Mælingarnar ná til helstu áhrifaþátta lífsstílssjúkdóma. Við tókum blóðþrýsting og það var hvíldarpúls, blóðfita, blóðsykur, mittismál, súrefnismettun og gripstyrkur. Já, og var þetta allt í góðu lagi? Þetta bara er í nokkuð góðu lagi, já. Ég ætla að byrja því að fá að stinga í puttan. Er tilbúin? Er það ekki? SÍBS Líf og heilsa er forvarnaverkefni fyrst og fremst. Þetta snýst skimun fyrir áhættuþáttum, lífsstílstengdra sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma og sykursýki og jafnvel fleiri sjúkdóma. Strákar, þeir eru yngstu gestirnir hérna í dag. Hvernig kom það til að þið ákváðuð að koma? Við sáum það auglýst í morgun og það ákváðum bara strax að byrja að plana að koma hingað því að það er betra að byrja að fylgjast með þessu núna heldur en einhvern tíma seinna. Við komum bara og skrifum undir það við gefum leyfi og síðan var tekinn blóðþrýstingur og blóðsykurinn og annað. SÍBS Líf og heilsa er núna að klára hringferð landið á næsta ári. Við munum þá hafa mælt vonandi 5.000 manns. Þótt við komum og setjum upp stöðvar og bjóðum fólki skimun og mælingu, þá þarf eitthvað að taka við ef að gildi blóðþrýstingur eða blóðfita, blóðsykur, súrefnismettun og fleira mælist á því svæði að það þurfa að skoða betur og fara í læknisskoðun. Það er mikilvægt að hafa heilbrigðisstofnanir og hjúkrunarfræðinga á staðnum sem geta bókað fólk strax í nánari skoðun. Þeir eru tvíburar. Eru þið búin að tékka á tölunum? Eru það allar eins? Já, þetta er svona nokkuð veginn það sama. Já, mjög svipað. Og þið hafið alveg verið útskrifaðir? Þið voruð ekki sendir hérna beint niður á heilsugæslu? Nei, við fáum að fara í þetta skipti. Og hefur fólk verið duglegt að mæta? Já, við höfum biðlað alveg sérstaklega til fólks á hverjum stað, bæði með dreifibréfum og auglýsingum á samfélagsmiðlum og hvatt einkum að sérstaklega yngra fólk til að mæta því að þessi sjúkdómar sem við erum að tala þeir eru langvinnir og lífsstílstengdir og við þurfum að bregðast við en snemma. Ég er að vinna hérna á bæjarskrifstofunni þannig að við erum nokkuð mörg sem erum að koma þaðan og láta mæla. Svo þetta er bara... Þannig að þeir eru búnir með þetta, fegnir þetta vel út og getur farið bara glaðir út í daginn? Já, þetta er bara allt annað líf. Mikill léttir. Mikill léttir. Og
héðan úr Hveragerði höldum við norður í Eyjafjörð að Kristnesi þar sem berklahæli var starfrækt í áratugi. Mars 1939. Kæra dagbók. Öllu má nú venjast. Nú þegar liðnir eru 4 mánuðir frá því ég steig hér fæti í fyrsta sinn tilveran orðin bærilegri. Ég gleymi ekki augnablikinu þegar ég fekk úrskurðinn. Kristneshæli. Ég gleymi ekki þeirri nístandi þögn sem mætti mér. Mér leið eins og nú væri loka þátturinn hafinn, vitandi hverslags stofnun þetta var. Þetta var hálfgerður dauðadómur. Brynjar Karl Óttarsson gerir sögu berklasjúklinga á Íslandi skil í bók sinni í fjarlægð. Hann hefur í tæpa 2 áratugi safnað sendibréfum, dagbókarfærslum og viðtölum við fyrrverandi vistmenn á berklahælinu á Kristnesi, en Norrlendingar reistu hælið árið 1927. Ég sé þetta fyrir mér svona í tvennu lagi. Fyrri hlut þessa tímabil sem að ég tala nú gjarnan sem berklatíman, sem það frá 27 til 60. Hann mjög erfiður, greinilega, og sérstaklega fyrstu árin. Það ekkert við að vera. Sjúklingar koma veikir og jafnvel útskrifaðir enn veikari en þeir voru. Félagslífið var mjög svona takmarkað, þannig að þetta var afskaplega svona einhæft. Já, innan gæsalappa tilgangslaus tilvera, og það getur maður bara lesa á milli lína þegar maður les gamlar dagbókarfærslur og sendibréf. En svo fer að birta til þegar lyfin koma, svona í lok 5. áratugarins sérstaklega. Þannig að seinni hlutinn, þetta bara svart og hvítt. Áður en lyfin komu var það helst ráðaleysi sem einkenndi baráttuna við berkla. Á hælinu var lögð áhersla á gott loft og mikinn og góðan mat, ásamt því að reyna að kæla sjúkdóminn út með því að láta sjúklingana liggja úti í skinnpokum. Það voru mjög frumstæðarlækningar aðferðir. Blásningin var algengari, það var blásið lofti í kviðinn til þess að lunga félli saman og þá fékk lungað næði til þess að hvílast. En högningin var mun verri aðgerð og þá voru rif bara hreinlega fjarlægð til þess að fella lungað saman til frambúðar af því að annað bara dugði ekki. En þetta bjargaði lífi. En hvað með viðhorf samfélagsins? Hefur fólk fengið einhvern veginn að klára þennan part af lífi sínu, heldur? Ég held ég geti bara sagt nei við því. Við gerð bókarinnar þá fór við bræður landið og tókum viðtöl við á 3. tug fyrrverandi sjúklinga. En það hafði oft ekki sagt frá þessu áður og ekkert talað þetta. Það held ég akkurat svolítið máli í þessu að það þarf að segja þessa sögu og það alveg komin tími á það. María Pálsdóttir leikona tekur undir það að þessar sögur þurfi að segja og vinnur nú að því að opna á Kristnesi setur sögu berklasjúklinga. Ég var sem sagt hérna í heimsókn, einu sinni sem oftar, að rölta æskustöðvarnar og sveið svolítið að sjá hvernig húsin hafa drabbast niður í áranna rás. Ég sérst fluttinga norður til að elta þennan draum hælið, setur sögu berklana. Ég var bara eitthvað hérna að pyrra mig á þessu og bara, akkur gerir ekki einhver eitthvað? Og svo bara allt í einu, akkur gerir ég ekki eitthvað? Ég var svona ekki samt alveg sannfærð af því að ég fekk líka pínu svona, það sniðugt. En svo þegar ég fór að grúska og lesa og tala við fólk, þá sannfærðist ég bara að það komin tími til að gera þessari söguskil. Þetta stórmerkileg saga og svona stór partur af sögu þjóðar og tengdist nánast inn í hverja einustu fjölskyldu á landinu. Og auðvitað þetta margar sögur mjög erfiðar. Þetta eru sögur af missi og sorg og örvæntingu, en inn á milli eru líka sögur af von og æðruleysi og svona bjartsýni og brjálæðislegum lífsþorsta. Og þetta var nánast eins og stríðsástand, því að það sem gerist þegar það stríð og ungt fólk veit ekki hvort það nær 30, þá bara lifir það svolítið til fulls. Og þetta virðist hafa gerst líka svolítið á hælunum. Í þessum bréfum og dagbókum sem ég að lesa, þá talað þegar ljósin voru slökkt klukkan 9:30, þá voru ekki allir að fara að sofa. Það voru ýmis skúmaskot sem hægt var að skjóta sér inn í og kela við kærastan sem þú kannski eignaðist á hælinu. Hér bjuggu stelpurnar sem að unnu á berklahælinu og hér verður sýningin. Þetta rosa þröngt. Þetta þröngt, en samt ætla ég ekki að breyta neinum. Mér langar að halda þessu bara eins og þetta er. Þetta safngripur í sjálfu sér og þá verður sem sagt bara svona innsetningar inn í herbergin. Hér hafa kannski verið svona 20 stelpur, svaka fjör, og við getum bara til dæmis kíkt hérna inn á herbergi 9. Já. Þetta sem sagt var oft kallað glömbær.
af því að það var svo kátt á hjalla hérna helgar þegar sjómennirnir voru í landi á Akureyri og gerðu þessi ferð hérna inn á Kristnes og skrönsuðu hérna á planinu fyrir framann til að ganga í augun á stelpunum. Sjúkrahúsið á Akureyri sem á þetta húsnæði er með mér í liði. Það þarf að ganga frá samningum við hlutaðkomandi og það allt í vinnslu. Þannig að vonandi bara innan tíðar get ég farið að byrja. Ég hef aldrei verið jafn sannfærð nokkuð í lífinu eins og það að ég opnaði þetta hæli. Og hana nú. Skógurinn okkar skjól, skemmtistaður stundar góð. Við höfum þurft að fá lána hérna skólan alveg mjög langan tíma. Við höfum þurft að fá smíðakennara til að byggja þetta hérna og þannig. Við höfum þurft að sauma trén hérna bakvið og við höfum þurft hjálp frá öllum leikurum náttúrulega að setja þetta allt upp og koma þessu leikrit á stað því að án leikarana það væri ekkert leikrit. Enginn leggir okkar haf. Við erum að setja upp söngleikinn Mowgli og það eftir sögum Kipling, Jungle Book og tónlistarskóli Borgarfjarðar að setja hann upp í tilefni af 50 ára afmælinu. Við erum í raun og veru tæplega 50 sem erum á sviðinu þegar allir eru og þetta bara fólk úr Borgarfjarðarhéraði. Það eru kennarar tónlistarskólans, þeir eru svona aðalega í því að vera í hljómsveitinni en samt eru sumir sem eru líka að leika hlutverk. Það er fullt af krökkum úr grunnskólanum hérna sem að taka þátt í þessu, alveg frá öðrum og upp í 9. bekk. Svo hafa foreldrar tekið þátt sem sagt bæði að sauma búninga og gera leikmynd og svo að leika. Það er pósthússtjórinn, það er prentarinn og bara nefndu það. Og það er svolítið gaman að við erum líka svolítið með svona fjölskyldu. Það er til dæmis erum við hjónin í þessu og svo er hérna eitt sem er með bæði börnin sín. Allir á sína staði, alveg í heila röð. Hvernig gengur að hafa hemil á öllu þessu fólki? Það gengur ágætlega en það er vinna. Ég get alveg sagt það. Þú ert foringinn úlfanna, pabbi. Auðvitað tekur þú okkur með í úlfanna. Við erum Mowgli. Ein og sama manneskja? Já. Litla mannsbarn, ó litla mannsbarn. Í byrjunarleikritinu þá er náttúrulega yngri Mowgli. Þá kemur hann á undan af því að dálítið erfitt fyrir mig að leika svona yngri Mowgli og síðan kem ég eftir á þegar nokkur ár hafa liðið. En hvernig er Mowgli? Veit það ekki. Hann leikur svona mjög skrýtnilega og er alltaf að stríða Balú og bara veit eiginlega ekki meir. Hann er eiginlega bara manneskja sem hefur hugsað frá upphafi, já ég er úlfur, þannig að það er svona eiginlega komið í þannig stöðu. Þetta er ekki eins og að leika einhver aðra persónu, ég er ennþá ég, nema bara með annan bakgrunn og held að ég sé úlfur. Upp á hól að pissa og bara skemmta sér. Og hann er líka mjög skapmikill, er það orðið? Já. Svarti léparinn sem að skógardýrin óttast! Þetta er draumaverkefni hjá mér. Ég kynntist þessu þegar Borgarleikhúsið var með þessa sýningu og síðan þá hef ég bara verið svo hrifin af þessu að það var draumur minn að geta einhvern tíma að setja þetta upp. Þeir eru næstum kynnilegir. Ég fæ handritið í hendurnar í ágúst og byrja þá að svona hugsa og velta fyrir mér hvernig best sé að koma mynda á þetta og fæ alls konar hugmyndir. Og það hefur gengið bara alveg ótrúlega vel að fá bara svona fólk til liðs við sig. Það eru allir til í tuskið. Það er alveg bara ótrúlega gaman að sjá bara hvað gerist á hverjum degi. Alltaf eitthvað aðeins meira og núna fengum við ljósinn og við erum búin að fá sviðsmyndan og allt bara orðið rosa spennandi. Við höfum byrjað svona klukkan 4:30 á daginn. Þá kemur í ljósa að krakkarnir eru mikið af tómstundum
Þannig að þau geta ekki alltaf verið að koma, svo má ekki hafa þau of lengi á kvöldin, en þá fullorðna fólki búið að vinna og til í tuskið. Þannig að öll svona bakvinna eiginlega sem enginn tekur eftir, þar eiginlega mesta vinnan, en leikritið að lifna við á sviðinu. Ég finn að minni vinnu að ljúka og leikararnir og krakkarnir að taka við og það ofsalega góð tilfinning. En hvernig finnst þér að taka þátt í svona söngleik? Gaman. Eitthvað erfitt hjá það? Nei. Maður á ekki að vera stressaður fyrir neinu. Maður á bara að hafa gaman af því sem maður að gera og eiginlega bara ekki hugsa maður á. Bralla og sulla, hensa og herja og bralla og bulla. Nú ætlum ég að mæla hérna hjá því súrefnismettuna. Setjum þetta hérna og svo stekkur á andadjúpt. Og þannig ljúkum við þætti kvöldsins en við sjáumst aftur í næstu viku. Verið sæl. Eftir stutta stund Ævi íslensk þáttaröð sem fjallar ævina frá upphafi til enda. Einblínt verður á eitt æviskeið í einu.